Winning. Þetta er síðasti Karlakóða þátturinn fyrir sumar. Já, þetta er ekki Var þetta ekki? En þarna En það getur sem verður síðastáttum sem verður tekin upp í næsta bíu. Það getur verið þetta síðastáttum tekin upp inn í þessu. Getur verið sem að fá stúdjó heima á mér. Það má líka því að þá getum við tekið upp hvenær sem við viljum, þannig að ef að það mun örugglega ekki upp á sunnudögum sem þessi kannski bara örfundögum eða eitthvað, þá er örugglega mjög ólíklegt að eitthvað vanti, því að við getum bara þá gert aðra tíma með eitthvað yngan en þetta. En það er þáttur 75 sunnudaginn 25. júní 2003 og í dag er náttúrulega 1 ár síðan að lokaafturinn á Skjánum var frumsýndur. Vá. 1 ár síðan það gerast. Heilt ár. Hvort leiður að segja lengur síðan Styttra þegar. styttra. Já, og eins og mér leiður eins og við séum núna fyrir 9. bekk. Við erum fyrir 10. bekk. Þú ætti nú eiginlega núna að vera að fara í 9. bekk, það var svo hundskur. Nei, þú veist hvað það gerði sig. Hvað gerði sig? Ég veit. Sem gerðist ekkert á, en það gerðist. Slagurinn. Slagurinn, já. Líka slagurinn. Það gerðist ekkert. Það er bara ekki, þú veist, þetta er ekkert einhverju sögulegi hlutir sem gerðist. Þetta er alltaf ekki Ég er ekki að segja krakkarnir mínum, það er líkamsárás. En talandi um sögulegt, það gerðist eitt sögulegt helgina á Rússlandi. Já, það var, hvað heitir þetta aftur svona? Uppreið, nei. Ekki, eigin uppreið, þetta var heryfirtaka. Heryfirtaka. Ég var ekki að fylgjast með þetta. Valdarán, já. Já. Það var valdarán af ultranationalistum sem voru eiginlega bara rússneskir nasistar, getur maður sagt. Já. Í Moskvu helgina. Já. Síðan var það rosalegt. Það tókst ekki. Sögufrægt. Nei. Þetta, já, ég var í partí í gær og þá vorum við að tala um þetta og þau sagði þetta var bara stærsti dagur í þessu mál í Rússlandi síðan að Rússland réðist inn í Úkraínu. Og þetta er líka fyrir magna í þessari viku eru 2 mjög heimsfyrir atburðir að gerast. Það er Valdaránið. Sem var Titanic 2. Já. Það var annað Titanic-slys. Já. Við erum að upplifa þetta. Titan. Og þetta er í sömu vikunni. Nýtt Titanic-slys. Það er þetta að segja. Og valda innrás. Sko, fylgir ekki í bála. Það var Titanic rock 1912. Já. Og síðan uppreisn í Rússlandi á 1917. Já. Þetta er svona, þetta er annar áratugur en alltaf bara nýtt. En sko, ég held líka að á svona, núna er ekki 111 ár sem Titanic. Jú, 111 ár. Ég held að hverjum 111 árum þá voru nýtt Titanic-slys. Þannig að árið 2134 þá verður ég spáði því þá verður flugvél sem er að fara að skoða flaggið sem er að fara að skoða þeir munu að skoða svona flaggið bara úr svona lofti sem bara fara James Cameron er að fara að gera 30 klukkutíma mynd kafbátinn. Það verður svona ástarsaga og þau spila Xbox í kafbátinu. Já. Og þetta er PlayStation fjastring. PlayStation fjastring fyrir Xbox. Það er rosalega. Þessi 19 ára hrakki, hann vildi ekki vera hana. Hvað? Það var ekki 19 ára hrakki hana sem var í kápanum og hann vildi ekki vera hana. Pappan sig hann neittan til að fara. Hann var mjög hrættur að kápanum myndi sökkva.
Stóð nefnilega í samningnum. Nei, það mun ekki gerast. Og hvað, já. Hvað gerir síðan? Nei! Sko, þau megi ekki alveg að lögsækja fyrirtækið. Það má ekki lögsækja fyrirtækið og það stóð í samningnum eitthvað að þeir eru ábyrg bara fyrir allt. Já, en hvað er þetta hlutsamt? Ég held nefnilega þetta að segja sem vorum í síðan. Þetta var Boom Shakalaka. Ég er ekki neitt nefnilega. Boom Shakalaka! Ó já, þetta er ekki fyrst á. Já, þetta er það. Boom Shakalaka! Já, Boom Shakalaka. Þetta er eitthvað, Kevin Hart sagði það örglega einhverjum SNL-skets frá 1997 eða eitthvað. Nei. Kevin Hart var ekki fættur 1997. Nei. Ég er að bulla. Ég er að spauga. Þetta er grín, þetta er spaug, þetta er glens, þetta er gaman, þetta er fjör, þetta er... En samt engin, eða náttúrulega, það er komið sumar, en engin okkur er komið í sumarfrí. Þú fer náttúrulega ekki í sumarfrí. Já, ég fæ ekki sumarfrí, ég er að vinna. Þú færði ekki sumarfrí. Ég er bara að vinna í allt sumar. Það er bara, ég vorkenni með mig. Þið fá sumarfrí. Já, það eru 4 dagar eftir að... En því það er mikið auðveldara fyrir mig að fá leyfin hjá ykkur. Ég get bara ekki mætt vinnuna ef ég vil. Þú fyrir að borga fyrir það? Nei, ég fæ ekki borgað alltaf. En þeim var alveg sama? Já, en því... Þannig að ætlar það ykkur að daga bara af? Nei, ég vil ekki. Það ætlar að láta ykkur að vita? Ég þarf bara að segja svona, hey, ég verði ekki á þessu bara, ok. Og ætlar ekkert að gera það? Kannski, ég er að gera eitthvað sérstakt. Þetta er betur borgað, það er sama hversu marga, ef ég var jafn lengi á því, þá myndi ég samt fá betur borgað. Hvað er að tala mikið penninga þá? Ég veit ekki. Nei. Er ekki samt að það í samningnum? Getur ekki reikna át bara? Það gæti staðið í samningnum. Já. Þú gerir með 14 tilkynningar frá Messenger. Hvað er að senda það? Ó já, skil. Þú er mjög mikið eitthvað á Messenger. Skil, já. Skal gá hvað það stendur í svona, já, ég þarf að fara... En það er náttúrulega mikil bylting. Þannig að ég úlur í vinnuskólanum. Það var að tala um þess að á hverju eins ári það var svona laun alltaf svona hækkað í lögaskólanum. Og alveg eitthvað 20 kall. Ná, það er ekki ár. Það er allir orðið brjálæðar. Já, það er allir brjálæðast út af verðbólgunni. Já, það er verðbólga og það mun samt... Ég sá bara allir bara reposta eitthvað. Já, það var alltaf að setja story eitthvað einu sinni og ég var bara eitthvað, hvað er í gangi? Já, það er alltaf kosta eitthvað, við fáum 110.000 fyrir allt tímabili í jólur. Og þú veist, þeir vilja fá 150.000. Ég veit ekki alveg hvernig það er. En samt, ég var að segja, fyrir okkur er verðbólgan ekkert rosalega mikil. Hún er ekki komin yfir 10%. Og, já, þetta er svona, þetta er alltaf flókið mál út af að verðbólgan er rosalega mikil á svona mat. En við erum kannski ekki mjög mikið að kaupa mat. Það er alltaf, jú, svona krakkar eitthvað búið orkudrykki og eitthvað. Jú. Nokko. Já, nokkuð. Hversu mörg er... Celsius. Er ekki alltaf að segja Celsius? Þetta, er það ekki þetta sem Utti og Steindi þeir byggu til? Já. Hvar er það? Það er bara alls að það er eitthvað í nett og... Það er bara... Celsius. Er það koffein ykkur? Nei, það er bara orkudrykkur. Eins og Gatorade? Eins og Nokko bara... Nei, það er bara svo Nokko. Nokko? Gatorade svona koffeindrykkur? Bara orkudrykkur. Gatorade og Powerade, það er svona... Og Prime, það er svona... Bara íþróttadrykkur. En þannig að... Já, það er íþróttadrykkur. En sko, þeir byggja ekki til... Þetta er eitthvað bresku drykkur. Og þeir eru bara að vinna með það að flytja til Ísland. Af hverju þeir ekki ná uppteknir að... Já, láta Þórhall segja... maður gera eitthvað. Það sé ykkur hvað ég hætta. Samt, talandi þetta. Þórhall er að hætta. Já, gaman. En það segir hvað mér finnst fúlt núna. Hvað? Tvíhöfði. Maður þarf að borga fyrir tvíhöfða. Maður þarf að borga fyrir blöðkastið. Maður þarf að borga fyrir bind í bílum. Já. Þeir eru komin á sig. Við það er fáránlegt. Það er að borga fyrir allt þetta. En málið þeir eru með mjög góðan díl samt bind í bílum. Hvað þarf maður að borga mikið fyrir tvíhöfða? Það kostar svona jafn mikið, þú veist, heil Netflix áskrift í mánuð. Og þú veist, það kostar jafn mikið að þú veist, fá einu Netflix og þú veist, áskrift að bind í bílinn í þetta mánuð. Þetta bara, þú veist, ég myndi þú veist... Býtu, bind í bílinn kostar 1.100, já. Það var bara frekar mikið, það var bara jafn mikið að streyma sér þér. Þú veist, Disney Plus, Prime Video, Viaplay. Það kostar svona 1.000 kall. Þú veist, þeir ættu bara að vera eitthvað 200 krónur eða eitthvað.
Þú veist, ég myndi okkur hvað svo mikið að þáttum á Netflix, það alveg 1000 þættir eða eitthvað. Ég veit ekki hversu margir... Það er alltaf inn á Spotify, það 9 þættir sem það borga. 200 þættir Netflix og eitthvað, að 200 kvikmyndir eitthvað. Spyrís. Og þetta kostar alls 1000. Þú veist, af hverju getur ekki öll svona hlóða bara saman að krafta sína og búa til eina efnumsveitu? Já. Agla að minnstakosti beint í bílinn að posta svona nokkra ókeypis þætti. Ef það bara alveg hættu, þú veist, að senda eitthvað, þú veist, eitthvað ekki ókeypis, skilur bara á Spotify. Þeir eru meira en 3600 bíómyndir og 1800 að þætti Netflix. Þetta fyrir þess 1000 kall. Þetta bara... Þetta farlega, sko. Extraction 2. Fyrir 1000 kall, það er ekki mikið. Vá, vissu þið? Nei, ég var að segja að það er mjög góð dýll. Sýnur eitthvað 4 hlaðarsættir á mánuði, hvað svo jafn mikið. Já. Það er ekki að byrja það. Já, fyrst ég þú varst eitthvað djöfugleitt 1000 kall mikið fyrir áskrift á Netflix. Fólkbársveitin bíómyndin var... Hvað svo var hana? Nei, hún er greinilega 3. vinsælasta mynd á Netflix. 3. mest hörða á. Í öllum heiminum. 3. Worldwide. Já, 3. mest hörða á myndin í heiminum. Á eftir með alltaf hreinu og... Með alltaf hreinu á net? Nei, ég er bara að tala worldwide núna, mest horfða á myndir. Já. Það er Hvolpasveitin í 3. sæti, með alltaf hreinu í öðru og Töfrabíllinn í 1. Sem það var auglýsingur í Karlakórunum. Beint í Töfrabíllinn. Var það kvikmynd? Já, það var trailer. En talandi um auglýsingar, prikið. Takk fyrir að við erum búin að styðja ykkur allan tíma. Við elskum ykkur prikið. En sko, það voru þess að samningar okkar fyrir að renna út 31. júli. Þið geta endur nýja samningi, eða ekki. Þeir eru ekki að gera það strax, út að þá er það borga okkur fyrir að gera það og við verum ekki að gera neinn þætti. En þeir eru að gefa okkur pening fyrir það? Já. Við fáum alveg, hvað er það mikið? Ekki það mikið, en samt alveg ágætlega mikið. Ég held við megum ekki segja það hérna, samt. Nei, þú veist, alveg... Við fáum ágætlega mikið. Já. Ekki rosalegt, en þetta er meira en við skilum, myndi ég segja. Ég þarf aðeins að klósita. Já, gangi vel úr, passa á bílunum. Já, það var lokið til klósita, það var bara einhverjum kamerar úti. Já. Já, borgarbúrsafnum. Já, það er bara, þú þarf núna að fara kamar eða þú vilt fara klósita. Já, ég veit ekki alveg, það er fyrir lagar, sko. Já, það er alveg leðilegt, en samt bara svona stemming. Kamerar eru stemming. Já. Stemmari. Já. Nei, hvað er úr að gera hérna? Hvað er hann? Það er bara skít og gólfið. Hvað? John! Hvað? Remember me? John Lennon? John! Nei, It's me! We went to school together! Come on, John! Það kom bara einhver inn í kampana hérna. John! Þú sást þetta líka og þú var að pissa gólfið fram með, eða ekki? Ok, ég veit ekki. You're supposed to remember me! Come on, John! Þetta bara gerir sér beinni á hverju magna, sko. Já. Þetta er hvað gerist þegar þú klippir ekki neitt. Haltu kafti í smá stund. Þetta gerist þegar maður klippir ekki neitt og það er svona. Þá fær maður svona gull moment. Já, Ég veit ekki hvað sem gerist hættulega. Æ, shut the fuck up. Ég veit ekki hvað sem gerist. Shut the fuck up, I am not John. Er hann hættulega þessi manna? Ég veit ekki hver þetta er. Horfðu bara á. Hann lítur út sem einhver illúsali, sko. Þetta er alveg... You took my friend? Nei, I am not John. You took my friend? I am not John. Hvað hljómar sem var nýkjum? Sir. You're not John Hamm? No. John Hamm? You're not actor John Hamm? No, he's down in the basement. No, he's in the basement. He's locked. Yes, he's being held gísling. Confess Fletch. Yes. He is being held gísling í basement. Okay, thank you. Yes, John. Okay, see ya. Hann var að lita John Hamm úr þáttum Suits. Svona, náttum það. Johnny Skinka. Já, ég veit ekki, hann er... Hver skýrir bara þess að Johnny Skinka? Ég veit það ekki. Úlfur, ég menna spurningu fyrir þig. Þú varst bara að pissa á gólfið frammi. Já, Úlfur, af hverju þetta kaupa buxurnar hennar í Walmart? Það er stóra spurningin, nærmur. Af hverju kaupa það sig bara í H&M? Af hverju þetta kaupa buxurnar hennar í Walmart?
J-Mart, þú getur keypt það J-Mart. Já, ég fer alltaf á 50 dögum flug til Bandaríkjanna. Kaupa buxur, þetta heimslega. Það sé hvað ég lærði daginn. Rakarinn minn. Já. Hann har tímbili þar sem hann bjó í Danmörku á virkadaga og Íslandi helgar. Bara flaug á föstudögum og mánudögum, þá flaug hann bara á milli. Já. Það ekki rosalegt. Já, það fyrir að magna þessu. Hann er rosalega mikið líka fólki. Hann gerir þetta með SNL sem búi í Los Angeles. Bara fluga til New York, bara hverju meina, bara á hverjum einasta deg. Þeir eru þetta með engaflugum. Þeir eru það bara helgar. Þeir eru þetta með engaflugum og first class og allt það. Já, þeir eru þá heim í LA helgarnar og síðanast og sumrin og svona. Síðanast fljúga þeir til hann. Vitið hvort að sagaklass er eitthvað first class, hvort það er einhver stærri sæti í flugvélum þar? Hvað er ég bara eitthvað... Ég veit að sagaklass... Drykkur á þetta fá eitthvað sem er úrvala eitthvað mat á eitthvað. Ég skil það ekki þetta. Erst þú John Hamm? Ég vildi það. Já. Úr Suits. Já. Fjallst þetta bara mjölk af þetta? Ég veit það ekki, ég hef aldrei séð hana. Ég veit alveg hann John Hamm eins og John Kjöt. Skinka. John Svínakjöt. Skinka það. John Skinka. Jón Skinka. Nei, hann heitir ekki John, hann heitir bara J-O-N. Já. Það vantar háið. John. Það er svo förulegt nafn. Já. Það er eitthvað gyðingarnafn. Jesús Armundur. Ég var ekki að meina þetta illa. Þú varst ekki að meina þetta illa. Hvað meinar þú varst ekki að meina þetta illa? Ég var bara að segja, þú veist, það er til svona mismundi, það er til svona gyðingarnafn. Það eru gyðingarnafn? Já. Er það John Hamm? Er það ekki? Ekki segja þetta þá sem gyðingarnafn. En eru þið ekki gyðingarnafn? Ok. Hæ? Matti ég svo með skóna á fætunum mín. Ég bara ímynda mér að það sé vont þannig að ég öskraði. Þú veist það ekki, hvernig sé vant það ekki? Nei, þannig að ég held að það væri kannski vont og ég þannig að en Jón, hann verður bara cancelled. Nei! Þannig að hann mætti í beint í bílum í ykkur ásæðinu. Já, ég veit það. Ég sé það. Og hann var eitthvað í þættinum, ég hef ekki hlustað þetta en fólk er að tala um þetta netinu. Út af það hann var hund og hundurinn hans beiti ekkert krakka til blóðs. Og Ímur krakki, bara. Og þú veist, það var eitthvað svona dýrlæknir sem sagði að þú sagði bara að drepa hundinn út af þessu. Og Jón sagði bara nei. Sagði bara mér saman að krakka, ég vil að hundinn mann fá að lifa. Hann var að gera grína krakkarinn hættina og fólk er núna mjög reitt út í hann. Fólk En samt ekki gera grína krakkarinn myndi ég segja, það er... Já, hann bara ekki gera það en þú veist, ég skil og vilt ekki að hundurinn deyr, ég meina þetta er hundurinn, come on. Já. Þú veist bara... Það er búið að gera svona milljón svona YouTube short sem þetta má. Já. Það var eitthvað svona pípular... Ok, svo Jón Gnarr... Ok, svo fólk er pyrra út í Jón Gnarr fyrir að hafa gert grína krakka sem var bitinn af hundinum hans. Finnst ykkur að hann ætti að vera cancelled? Kommentið hérna niðri. Og allir í kommentarna segja nei bara. Það er alltaf þannig á YouTube shorts. Ég er alltaf að sjá hennan kall á TikTok núna. Og þetta er eitthvað svona, þetta er lögfræðingur. Hún hefur kannski sé mynd á honum. Þetta er hana, einhver kommentar svona what's the difference between first degree, second degree and third degree murder? Og síðan mynda hún svona skælfrosandi bara. Er það lögfræðingur? Hann er lögfræðingur. Nei. Og greinilega alveg lögfræðingur því þetta er lögfræðingur starf hana. Nei. Og ég ætla að sjá þetta, það er eitthvað myndband af einhverjum að renna inn í búð eða eitthvað og þá stendur svona can this person sue this business? A lawyer reacts og eitthvað og síðan þú ættir á þetta og hann er svona can this person sue this business? Og síðan endar myndbandi bara og hann gerir þetta can this person sue this business? og hann
og þetta alltaf svona, hann gerir alltaf í 2 pörtum, hann gerir eitt þar sem hann spyr og sem gerir annar sem nákvæmlega einu sinni bara alltaf lengra þar sem útskýrir svona, nei yes, this person can sue this business for not mopping their floors correctly. Hvað heitir hann? Ég veit ekki. Hann heitir The Lawyer. Reactions. Lawyer. Hérna, já, hann heitir The TikTok Attorney, Hugo Lord. Má ég sjá hann hreyfa sig. Byrju, sé. Ég bara sjá hann tala. Hérna er eitt, heyrið. Hérna er verið einhver skógareldur í gangi og það slökkviliðið að taka vatn úr sundlaug hjá einhverjum, bara með hennar stóran belg. Og síðan dóttir hann þetta. Má ég sjá hann bara, þú veist. Þannig já, hann er... Hvað er? Eskið, þetta er alltaf langt myndband. Þannig að það þarf bara að komast í ljós. Þannig að þá bara... Hversu oft bustar þessi gaur tennurnar á dag? Hann er að nota eitthvað annað en Colgate, sko. Ég veit ekki hvað hann er að nota. Hann er að nota klór, held ég. Og hann er með klór og hann bustar það 9 sinnum á dag. Hann er örugglega að busta tennurnar svona. Hann bustar örugglega tennurnar áður en hann borðar morgunmat og eftir og þannig við allar máltíð dag. Það er svart fólk svona hvita tennur. Jesús. Það bara allt sem ég segi. Hættu! Já, þú ert rasískur, Arvitur. Það var rasíst við þetta. Ég veit það ekki. Það var ekkert rasíst við þetta. Bara, ekki segja alltaf. Rasíst, bara að, er bara rasíst núna að svart fólk sé til. Nei, Arvitur, en... Þið finnst bara allt. Nei, Arvitur, ég var að segja, ég var aldrei séð manneski sem ekki svart með hvítar tennur. Ég hef séð... Eða sem er svona mjög svona hvítið þannig. Já, jú. Ég er bara frúsa. Ég var að horta... Já, ok. Ég er bara að segja... En ég var að horta Colgate-auglýsingu, þar sést ekki neitt. Það er eitthvað fake, það er eitthvað Colgate. Þessum maður geta alveg... Þú veist það sem tennurnar þessum manni er ekki alvörunni. Já, hann er kannski örugglega bara að setja eitthvað eða... Hann er sko, þetta er plasttennur þarna. Plast, hann notar þetta til þess að bíta í epli eða eitthvað. Þetta er svona gerfið tennur sem verður að fá yfir tennurnar sína, hafðu séð þetta? Svona plast og þetta bara setja þetta yfir tennurnar þína, þannig að þetta lítur út. Þetta var eitthvað óeðlilega skæra tennur að setja eitthvað þarna inn, sko. Man er bara, is this man guilty or not? Can this man get reparations for this? Ég veit það ekki. Mér líst svo hann andar það. My name is Dr. Hard. Come to my live down below and I'll fix your teeth. Hvað? Hefur ekki séð það? Nei, er þetta eitthvað TikTok live? Já, þetta er eitthvað TikTok live, hann er með svona gerfitennur og þarna, og svona skærhvítar og hann er eitthvað svona, þarna, hann er í svona tannlæknabúningur og hann er svona, I'm Dr. Hard. Come to my live and I'll fix your teeth. Svo fer maður í live hann svo hann er bara að dansa. Hvað er svona aðeins að marta með? Já, eitthvað svona þannig dæmi, sko. Dr. Joshua. Já, Dr. Joshua. Skemmtileg kall. Ég veit ekki ef þið veit ekki hver Dr. Joshua er, þá er þessi kall á TikTok sem bara setur inn einhverja auglýsingar sem er mjög gerfi fyrir eitthvað kaffi sem á að stækka á þér ákveðna líkamshluta. Þetta er scam auglýsing fyrir erectile dysfunction kaffi. Nei, ég held sé bara til að gera því hlutin stærri. Já. En já, það er skemmtilegt og aðna það er alltaf það sama. Það er svona 90.000 svona TikTok aðgangur, hitt eitthvað svona Dr. Joshua, Dr. Mike, Dr. Andrew eða eitthvað og þeir eru alltaf bara, þeir eru allir nákvæmlega sama prófílmynd sem myndband og það hefur alltaf þetta eina hljóðurna Þetta er alveg frábært, sko. Það er alltaf eitthvað svona mynda einhverju svona eggplant, eitthvað svona stækkað. Já, og hérna eggaldinn eða sveppur og síðan
Og svo alltaf í endanum þegar maður búinn að drekka kaffi svona, maður svona sáttur, það alltaf einhver svona dræhampa í endanum og svo kemur svona kona eða eitthvað svona út að halda í rassinn sinn út að henni greinilega vont eftir eitthvað. Já, þá er þetta bara vont. Ef henni finnst þetta vont, þá langar mig ekki í þetta. Nei. Ekki eins og hún til. No. Ekki svona sér til einhver hún í kringum mig. Úlfur, þú ert fara... Og sagðist aftur að fara að brjóta blæði hláðarsögunni. En þess að Úlfur, þú ert að fara í vasektomi í beinni útsendingu þáttur. Hvernig er tilfinningin? Málið kæru hlustendur, þarna Arnmundur skipaði mér að fara, þetta alveg svo gaurinn á kafbátnum að skipa 19 Ég var ekki að skipa, ég sagði að þetta geti Jú, þú ert að skipa mér, ég vil ekki fá vasektomi, ok? Þú ert að skipa mér að byrja rétt á hann, sko. Og síðan eftir það, Álfur, þá ertu að fara í lobotomíu. Hvað er það? Framheilinn þinn er bara að því það bara slögt á honum og þetta var notað til þess að svona leysa alls konar geðheilsuvanda eins og ég held að flóg hafi verið gert, ég man ekki alveg og lesblinda og þá bara eyðileggur þetta framheilabúið þitt. Býtu, hvað hét þetta aftur? Lobotomía. Lobotomy. Já. Þannig að Ray William Johnson, bara næsta YouTube-shorti á Ray William Johnson, hann bara, I'm gonna go to a lobotomy. Já. I'm going to go to a lobotomy soon. Þetta meira svo eitthvað svona sem Morgs myndi gera sem challenge. I'm going to go to a lobotomy. Ég myndi elska að sjá það. Það er svo bara, Morgs, you have no front brain. Shut up, Bald Martin. Þú ert að slappa You can't hit him. Þú ert að slappa fyrir brúðkaupi á systurinn, Ólfur, til þess að gera það. Ha? Þú ert að slappa að fara í brúðkaupi á systurinn. Já, þú ert leiðilega systur sem ætti að tala Þú ert systur sem að þú vilt ekki tala en hún er að gifta sig í dag, þú ætlar að mæta. Hún er að gifta Simma vil. Að þú máttar ekki, eins og þú ert að fara í þetta vasektomi. Ólfur, hún er að gifta Simma vil. Hún er að gifta Simma vil. Og meðan þú ert í þessu Þeir eru að fara að gifta sig á minigolf. Já, hversu gömul systir hann? Á minigolf vellunum í Grafarvogi. Hún er 26 ára. Já. Hvað er hann, hálfsystirinn eða alsystir? Nei, já. Ha? Hvað er hann? Alsystir? Já, alsystir. Já, af hverju býr hann þá ekki hjá þér? Hún er bara leiðileg. Hún er 26 ára, hún ætti að vera búin að flytja út. Já, hvenær flytti hann út? Ég þekkti lengi, sko, ég hef aldrei hitt hann. Ég byrjar að halda hún sig til alveg. Hvað heitir hún? Hún einmitt flutti út þegar ég byrjaði í skóla. 26 ára. Og það var 9 ár síðan. Þannig að hún var 17 ára. Þá flytti hún út 17 ára. Bara veistu hvað, ég nenni ekki að byrja þannig til að ég er 18 ára. Ég ætla að flytja út 17 ára. Já, en veitu hvað heitir hún? Hún heitir hún heitir Lísa Sara. Lísa Sara. Lísa Sara. Og veitu, hvernig lítur hún út? Hún er svona örugglega hver einasta blond stelpa sem þú getur fundið út á götu. Er hún blond? Akkur þú bræður hennar ekki blond? Ég veit það ekki. Já, hún er örugglega hálfsystirinn, sko. Nei. Hún er bara með aflita hárið. Já, hún er með aflita hárið. Hversu oft hittir hana? Ég hitti hana svona hálfan dag á ári. Hálfan dag á ári? Hvar býr hún eiginlega? Hún býr út á Egilsstöðum. Já. En meðan þú ert í vasektomi, þú ætlar að FaceTime afa. Afi! Hvað er þetta, Ólfur? Afi! Ég er í vasektomi. Hvað er það? Það komið sæðin. Ha? Nei, byrju, ég ætla að koma. Ha? Afi, nei! Já. Afi Wildin. Afi Wildin. Afi. Hvað var Múbbi hjálplegi hundurinn? B-Winning. Vissi ég ekki brjála, Múbbi hjálplegi hundurinn er að fara að gera það við þig. Hann er að fara að gefa þig. Múbbi. Úr fósbræðum? Nei, var það... Steindunum okkar. Já, það voru steindunum okkar. Múbbi, hjálplegi hundurinn. Hann hjálpa eigandurinn sínum að fann með sjálfsmátt. Já. Áfaldsjónum.
Múbi, we need to cook. Okay. En þarna, hvað ef það bara gerist? Já, Múbi myndi koma. Það var Facebook. Varstu að seifa þessa mynd? Nei. Hvar fannst þetta? Þetta var Facebook. Hvað Facebook ert þú á? Hvað er þetta? Hvað Facebook ert þú? Science diagrams and infographics that look like shitposts. Þú verður að senda þetta á mig, sko. Þetta er geggjað. Þannig að er þetta ekki gaur að klippa á sér tippi á meðan hann er að hugsa hvítasta lækni sem þú getur hugsað? Þetta er bara sagt um mig. Já. Hvernig það verður? Ég þarf að hugsa hvítan lækni á meðan ég fer í þetta sjálfur með skæri. Já, þetta er bara gert á Zoom, sko. Þetta er gert á Zoom? Ég þarf að stara á einhvern hvítan lækni sem er að horfa á mig fann að meðan ég er að gera það. Það er fucked up. En hvað segirðu? Science... Þetta er alveg geggjað, þetta er alveg svo þarna svona, hvernig það er fullt af svona shitpost í svona grunnskólabókum. Já, þetta er þannig, þetta er eiginlega það, bara ekki bara grunnskólabækur. Það er science diagram. Já. That looks like shitpost. Já. Nice. Nice. En hvað eru þið að fara, þið að fara til útlanda í sumarlagi? Já. Hvert er það að fara? Ég er að fara til Krít aftur. Já. Sem er eyja í Greiklandi. Við veitum hvað það er. Já. Hvað þú fara að gera hana? Við erum að fara að gista í ógeðslega creepy leigu íbúð. Já. Og svo erum við að fara í hótel. Já. Og við verðum þarna í 3 vikur og ég er ekki að meika það. Og hvað, okkur ekki, langar fyrir að vera regningun á Íslandi? Mér finnst nóg að vera kannski í 1,5 viku. Það er ekki neitt. Allavega 2 vikur. Já, ég er bara, þú veist, ég er bara að hugsa að núna þegar við erum líka með Viking, skilur. Já. Að bara, þú veist, það líka bara, þú veist, ég treyst ekki að fara til útlanda eftir það sem að gerðist við með á Tenerife, sko, það bara, þú veist. Já, þú var spytin að Já, ég fæ bara, Þú var spytin á einhverjum 3 ára kynvera. Já. 3 ára radioactive. Á hverjum veitingast. Nei, þetta var á ströndinni, ég var bara að fara og klima og svo bara kom að því bara. Og var Pétur Jóhann? Pétur Jóhann bara með loftpítsu bara. Loftpítsu? Já, þannig að við vorum á Burger King á borð og þarna, og svo sáum við bara Pétur Jóhann og Sigrúnu og krakkana bara labba. Og hann með svona inflatable pítsu bara að labba. Og þannig að labba framhjá. Og veitu, hvað svo er ekki svona hæfi? Já, það var á ströndinni, þarna voru við að... Var þetta áður að fyrir? Þetta var eftir. Já, þannig að við hittum á ströndinni í hér. Já, nei, þetta var á sama dag. Já, skrifum hann bara eitthvað. Hittum við ströndina á hann? Við hittum við ströndina á hann, já, ég man eftir því drengur láttum í friði. Já, hann talaði því beint í byrjunni, er það hann? Nei, hann gerði það ekki. Ég var að vonast til þess, en þú veist. Af hverju myndi það segja það bara, það var ekki krakki að fá myndum? En þess að ég referensaði beint í bílu. Já, það myndi segja eitthvað, að maður krakki að tala beint í bíluna á ströndina en Tenerife. En já, okkur, ég hef ástæðu fyrir því að Pétur Jóhann er... þarna ekki þú veist getur menna þess að þarna ég var með frænku mínum á Tenerife og ein þarna hvað var það 11-12 ára frænka mín var að koma og fá líka með Pétur Jóhanni hann var að fara að halda utanum það var svona hvað, hann hrættu við Me Too? Hann var bara að púla Keanu Reeves, sko, hann var bara, þú veist. Var hann hrættu við Me Too? Ég veit það ekki, ég held að bara... Getur bara hægt að lifa Arbundi að tala svona umtala hluti? Ég er bara að segja samlingan eða. Ég er bara að segja, Arbundi, að þú verður að halda kjafti. Hvað er að fara að gera á Krít?
Ég veit það ekki, mamma var með eitthvað fullt af einhverjum plönum, eitthvað að fara á stendur og eitthvað, eins og alltaf. En þú var Þýskalands? Ég var til Þýskalands. Það var eitthvað Hitler. Arnfríður! Ég vissi að þú myndi segja eitthvað Hitler eða nasista. Ég meina, hann var ekki svona... Ég meina, þú meinar. Það ekki svona, það banna sig að Heil Hitler, það ekki íslenska. Já. Nei, það einmitt ekki bannað. Það var bara að gera það eins og maður vill. Það fara niður Brandenburgar hliðina, Heil Hitler, já. Það bara... Það kemur bara, það koma skriðdrekar og allt bara í kring bara. Svona. Hvar ertu í Þýskalandi? Berlín. Berlín. Þú munt hitta Hulla. Býr hann í Berlín? Já, ég held það. Það er ekki það Berlínabóla? Jú. Berlín? Jú, það er þjóðar eftir þarna Þýskalands. Það er bakari hérna, bara eiginlega við hliðin í húsinu sem við erum það sem hún fær Berlínabólu, þar hittur þú bara Hulla og Hulli byrjar að dansa bara. Það er bara, Matthías Atlason! Já. Hún byrjar bara að dansa. Hann er alltaf að klæða svona í líturhósun og svona stereotypískum þýskum við. Já, og fæði sér svona bjór. Og alltaf ég get eiginlega ímynda mér Hulla í svona röndóttum ból með svona DR-húfur sem svona röndótt líka með svona þyrlu svona hreyflum ofan á og með risastóran sleikjó og í svona smekkbuxum. Svo blippi. Ég var eins og blippi jafnmundur. Ég var bara að hugsa, þú veist, hvað þau myndu vakna og Hulli væri sitjandi svona á hlið svona við rúmið hann væri svona að horfa og þau myndu vakna og vera að stara á ykkur og svo byrja hann að syngja Earth eftir Little Dicky. Það væri rosalegt. Og hann væri bara með nákvæmlega sömu röddina, hann væri bara alltaf inn og kom með röddina. Ég gleym alltaf að Earth er til. We love you. Hann bara byrja að syngja það þegar þú vaknar sko, bara Hulli. Og Kevin Hart var í þið. Og svo kemur Ólafur Darri út úr skápnum, við syngur með hann. Hann gera þarna Justin Bieber partinn. Og svo verði ég alveg í gegnum. Þeir gerir Kanye West partinn. Það var Kevin Hart. Kom Kevin Hart í staðinn fyrir Kanye. Já, þetta And I'm Kevin Hart. And I'm Kanye. Það heyrðist bara að þetta var þarna Kevin Hart. Kanye nefndi. Var ekki Ariana Grande í þessu þarna fucking sebrahesturinn? Já. Kanye var alltaf eftir að I'm a zebra. Airplane karaoke með James Corden. I'm a white part. Sorry, ég heyrði bara að segja flugvél. Bara Airplane karaoke. James Corden. Vá, þess að carpool karaoke er bara í flugvél. Og þú veist það var bara fullt af fólki hana. Ég held að, þú veist. Shit, ég myndi fólki hana hliðina. Shit, þá er bara vonandi til þess að vera hryðjuverkar svo ég myndi sleppa við þetta. James Corden er Airplane karaoke og hann væri með einhverjum celebrity sem alls ekki nefnir. Hann fekk Kanye West. Og hann kann ekki að fljúa flugvél. Ég er ekki grínast þetta er á YouTube. Skrifa bara Airplane karaoke með Kanye West. Eitthvað James Corden, þetta er til sko. Og Kanye West er bara það er bara ekki þetta fólk leit ekki, þetta leit bara út fyrir bara eitthvað venjulega fluffar og fólki sem var hana vissi ekki að vera í gangi. Þetta var ógeðslega skrítið, það var ógeðslega þröngt þarna og eitthvað. Mannlegur pockets. Yo, World Remit. Ég ætla að senda peningin ykkur í áttur. iMovie? Þetta var klippt í iMovie. Glory to God. Er James Corden að klippa þættina sinni í iMovie? Hvað var hann? Þetta er sviðsett. Ég horfði ekki á þetta allt sko. Ég veit að það var í staðinn fyrir James Corden. Þetta er 7 mínútur. Það var þetta Jónas Magg. Mér líður svona að mér líður svo að ég er búin að setja ykkur gas í þessa flugvél sem gerir alltaf skakka. Og þess vegna er þetta. Já, bara ímynda mér að þetta væri Jónas Magg í staðinn fyrir James Corden bara með Kanye West bara í flugvél að syngja með öllu þessu fólki. En nú er ég meina spurningu fyrir þið. Og þú var að svara henni rétt. Þú talaði í mikrofón.
Ert þú bipolar? Nei. Hvað er það? Úlfur? Er það ekki? Þú sko rétt að svara þessar spurninga, ekki? Mér líður svo að Úlfur væri búin að segja okkur ef hann væri með svona... Ef þú ert ekki bipolar, hvað er það þá? Segðu það bara. Þetta var ekki að vera svona emotional. Erik Kirkman. Þú sko rétt að svara Erik Kirkman. við þessar spurningu. Þú ert algjörlega með eðlilegt, sko. Vá, þetta var alveg þér. Þú sko rétt að svara þér, ekki? Ég er... Hvað segir þið, maður? Hvað er það, Daði? Já, ég er Daði. Ég ætla að... Þú byrjar Berlín, ekki? Úlfur, Hæ? ég er bara að gera þið var sagt af mig. Nei, Daði. Það leggstu niðurgallin. Daði, ekki komið með gagnamagnið. Nei! Byrja fyrst að mafa. Nei! Ok. Og Rayvland Johnson ætlar að vera svona, með svona emotional support. Ætlar hann að vera emotional support? Já. Ætlar hann að sína mér fullt að einhver svona outrageous shoot of shit. Þú verður að tala á meðan, sko. Það er ekki kveikt á svo Jú, mikrofón. það er kveikt á hann. Nei, Já. Ok. Er þið tilbúin? Já. Farið þetta frá, ég ætla að berja punginn þinn. Ok. 1, 2 og... Ok. Og þetta verður ekstra fast, Úlfur. Passaðu þig. Já, ok, við... Hann var ekki búinn að kemja. Komið. Hann var búinn að fá vasectomy. Hvernig tilfinningin? I'm by winning. Já, hann er komin það. I win here, I win there. Já, en Úlfur, núna... Þú þurfti bara að bíða smá. Núna mynd þú... Af hverju þú ekki grann í milli þarna? Núna mynd þú ekki á kynnsjúkdóm. Ég veit ekki. Getur maður fengið kynnsjúkdóm þegar maður er búinn að... Ég bara veit það. En Úlfur, þú ert aldrei að vegna barn. Þú oft eitt barna, ekki? Jú, þú átt bara svo Þú Game Boy eignast kallar barn með ilmi. sem skýrði John Hamm Jr. Já. John Hamm kom einu sinni í heimsókn. Ég er svona, John Hamm, can you come to my house? I need to show you something. Svona, ok, hún kom svona, I named my baby after you. Ok, og fór bara. Hvað er hann gamall? Sonurinn. Hann er orðin 19 ára. Hann er orðin 60 mánaða. Hvað er það mikið? 12, þetta er 4. Hvað er ekki 4 ára? 48. 5 ára. 5 ára, já. Ok. Nei, hann er 6 ára. Hann er bíðandi hérna frammi. Ef ekki hans að heyra í hann. Woo! Allir að klappa. Já. Hvað er hann að klappi takkin? Hérna, hann er komin til okkar. Við erum hérna komin með son minn. Við erum hérna komin með son minn. John Hamm. Fuck, hvað er hátt? Shit. Mundur, hættu. Við erum að fara að tala við son minn. Hættu með hljóðið. Jæja, sonur, hvernig var í leikskólanum? Jæja, sonur. Úlfur, þú kendur hann aldrei að tala það. Nei. Þú kendur það því Af hverju talar hann í? Hann er 5 ára Hann gamall. kendur hann ekki að tala.
Hann fór nefnilega í lobotomy. Nema það gekk alveg hræðilega. Þannig að hann misti eiginlega allar heilasæðar. Jæja, kallinn minn, þannig að mamma að bíða fyrir utan hana. Hvað, er Ilmur í húsinu? Ilmur, hvað segirðu? Ilmur, segðu hvað? En hún dáin? Já, það nú er þetta engin börn og myndi aldrei fá börn. Hvenær fættist hann? Hvenær fættist hann? Þú getur ætlit. Hvenær fættist hann? Hvað, 2018? 2017. En það var hann 6. Já, hann er 6 ára, hann var eftir 2 mánuði. Já, ok. Já. Hvenær er afmælið hans? Eftir 2 mánuði. Já, hvaða dag? Hvaða ágúst? Er það ágúst? Hann á afmæli. Ég man það ekki einu sinni, sko. Getur ekki manna hann döður. Já. Hvað er ekki annar ágúst? Þú kastar hann bara út gluggann. Nei, gerðu þú það ekki? Ég held að Arnur sé komin á lifin aftur úr. Ég var ekki að fylgjast með hver var að hendur hún út úr gluggann, sko. Já, Þú ert nú í Stólmars Magga. Já, ég er í Stólmars Magga. Ég skal færa Maggi, er það ekki eitthvað að bögga þig, ha? Strákar, ég er farin að halda hans í dáin, sko, þú veist. Nei, það er læg, menn hann beitir mér ökla rétt á hann, svona. Já. En Maggi, hann er búinn að skrifa þetta samning, þannig að við höfum aldrei eftir að tala hann í karlakánum. Já, ok, þú hefur ekki sagt okkur það fyrir? Nei, það byrjar ekki fyrir í næstu seríu, sko. Vá, þannig að við megum bara aldrei tala hann aftur. Já, ok, gengur ekki alltaf bil í því, en ok. Nei, þannig að... Af hverju? Hann vill ekki fá athygli. Segir sá sem hangir mest á Twitter. Hann vill alltaf fá athygli, drengurinn. Hvað er hann að tala um? Ég bara veit það ekki. Alltaf, hann fær kannski mjög mjög athygli ykkur þess að allt sem hann Twitter Parks and Rec, sko. Ég veit ekki alveg hvort hann fær miklu athygli, sko. Nei. Er hann Twitter? Er hann deyja? Já, sem betur verið. Allt er að deyja. Það er engin lengur að Twitter, þú veist. Fólk tweetar nú svona einu sinni í mánuði. Í staðinn fyrir 3 sinnum á dag, eins og var taktikinn fyrir þann 2 ára síðan. Já, það er bara. En svo, þú veist. Ég held að svo einu sem tweetar er Elon Musk. Hann er alltaf að reposta eitthvað svona. Þetta er fyndið. Og Maggi lauga. Já. Þú veist, ég er alltaf að tweeta, en ég er bara að tweeta ykkur gamlum dröftum. Þú veist. Ekkert eitthvað, þú veist, eitthvað. Ekki mikið, sko. Nei. Þetta er eitthvað tweetið sem skrifa kannski mæi eða eitthvað. Sem ég bara að segja sem dröft. Já. Eftir eitthvað svona 4 dröft að segja bara, hef ég meira til að segja. Þannig að Twitter is going. It's leaving. Er þú ekki líka hættur á verka á Twitter? Ég seti ekki það mikið inn, sko. Er ekki Reddit líka á þetta? Jú, Reddit það er eitthvað í gangi með það. Það var eitthvað blackout eitthvað. Já. Þið vita þarna streamerinn XQC. Já. Hann er að hætta Twitch. Hann fekk 100 milljóna deal fyrir til þess að fá að streama á Kick og hann ákvað að streama The Dark Knight án leyfis þannig að og svo komu Kick admins á streamið hans með pinned message að hann ætti að enda streamið og hann bara alveg oh shit yeah, I need to þú veist það er eitthvað alvarlega aðmandi sko. Og svo seinna byrja hann að streama Breaking Bad en svo þetta er ekki besti streamerinn fyrst mér en sér hver er besti streamerinn? Jerma hann er einn af þeim en Dantes líka og líka Justamar ég segi þið Arnmundur út af hverju talar þú Þú streamar hann sér já Arnmundur ég streama hvað með að þú ferð fram og kemur bara aldrei aftur ok en já góði leið til að eyðileggja þessa umræðu nei hvað sér eftir að byrja á Twitch ertu að reyna að halda áfram ég er bara að spyrja þú ert að reyna að halda áfram þú gerður eitthvað ólöglega hluti í beinni sem að þú aldrei sagt frá
Þetta fer í Watch Mojo Top 10 Most Confrontational Interviews. Já. Watch Mojo, það er skemmtilegt. Hvað með þú heldur keftir? Watch Mojo, það er skemmtilegt, það. Já, og líka, það er alltaf að counta einhverja cringe hlutin, og svo getur Watch Mojo sjálf bara að vera ógeðslega cringe. Og svo geta líka raddirnar fyrir algjörlega óþólandi. Hvað myndir þið gera ef að það myndi þessi kona sem gera alltaf welcome to Watch Mojo and they were counting down top 10 jump scares and 500 Freddy's eða eitthvað og hvað myndi gera hún myndi bara spyrja ykkur að koma á stefnumót bara í hvert einasta countdownu þá myndum við bara bara alveg hvert einu þetta svona allt vinnbændið bara hún að öskra we're ranking all of the jump scares og það er bara öskur ég veit ekki einu svona hvað það mörg örugglega meir en 10 90 ég sagði meir en 10 ok 90 1992 skemmtilegt ár, hvað gerðist þá 1992? Gerðist eitthvað? Ég held að hvað gerðist 1992 það gerðist þetta það gerðist hvað gerðist þar já og vita það Cardi B fættist og Ashley Sniperwolf og Selena Gomez og Neymar og Miley Cyrus og Demi Lovato Selena Gomez og Marshmallow Mac Miller og Jin sem ég held að sé BTS Jin já ok ég held fyrst og ég held bara fyrst og mannst Nico Kato Avocado fættist Nico Kato Avocado Sam Smith hann er svo mikil avokado ég veit ekki í ræktinni hann er ég veit ekki hvort hann sé í ræktinni en hann er ekki giska en hann er að Candy Ken fættist ára 1992 já og þú veist hvernig Candy Ken er það ekki? Candy Ken já nei já hann er áhugaverður kallinn Aladdin kom út The Mighty Ducks Home Alone 2 White Man Can't Jump þeir geta það ekki Úlfur, prófa að hoppa eða ekki Beethoven Wayne's World Batman Returns oh shit fuck hvað er blóma sér? nei þetta er svona hérna að prófa að hoppa Reservoir Dogs hann getur það ekki eitt sem gerist í vinnaskólanum er að Úlfur var að spila körfubolta já og hann var að hoppa í körfuna en hann hoppa ákveðslega lila þú veist, náðu ekki körfuna ég sagði svona White Man Can't Jump varstu skammaður? já, ég var skammaður náttúrulega það, fólk fannst þetta að vera rosalega hvað fannst þetta en já, kemur ekki að vera það var White Power já, það var Donald Trump kom upp að þér já og það hefði eitthvað Arbendur það var ekki mjög flott hjá þér en Joe Biden er by the way já, flott við vorum þarna ræðum þarna Kidda-klaufamálið sem við fjall ekki fyrir fyrst nema svo meira og meira ok, þannig að í síðustu viku, sunnudaginn þá voru ég og Armundur að labba á leið í Karlakofan Armundur kom með furðulega starrend það að þú væri að fara að talsetja fyrir Kidda-klaufa í þarna þessu tínumyndum þarna stúdíó myndform ég var alveg fyrst nei, það er ekki sjans að það er að gerast nema svo hélt Armundur áfram með þessa fréttir og þá byrjaði ég að trúa honum við héldum áfram að tala þetta á leiðina úr þættinum og svo byrjaði Armundur að segja ég trú ekki að þú að vera alveg trúið þessu ég ákvað að hætta mann og þegar Úlfur Sandl að segja foreldri sínum þetta hann kom að margar ég bara þetta er svo rætt ég að segja foreldri frá Armundur, ef þú vildir hafa þetta prank eins lengi og gast af hverju léstu mig ekki þá bara nei, Gústi B myndur að gera þetta Gústi B? já, hann myndur að tala en hvernig myndur þú þú fengir þetta hlutur
Jú. Nei. Já, Gústi Pímins. Svona myndi ég gera þetta. Af hverju líka fólk við hann? Ég Kitty Klefi. En hvað sem maður Gipti. að segja Kitty Klefi vegna þessu mjög problematic. Þetta er hverju? Men, Maggi. Segja eitthvað Maggi. Að normalisera einaldi. Ég veit ekki að hann bara að segja það. Þetta er örugglega eina af þessum hlutum sem hann segir þegar Mér finnst þið að ástæðan fyrir legg fólki einelti er Kitty Klefi. Já. Það er bara því öllum sem legg einelti, sko. En já, okkur, Mattías. Já, það er ég. Þarna, ég horfði daginn á myndina Mækiska. Já. Asteroid City. Nei. Já. Það er halda áfram ekki, sko. Nei, ok. Ég horfði á myndina Black Klansman. Hefurðu heyrt hana? Nei, er hún rasísk? Fjallar svart fólk. Já. Og hún fjallar svona white power aktivista. Þetta fjallar svartan mann sem verður á lögregluþjóni og uppgötar að það er Ku Klux Klan í bænum og hann reynir að Ok, en þetta er ekki rasist, en þetta er að tala rasisma. Já, það meiri sem hann sýnir, í endanum svona hversu fucked up Bandaríkin er með því að hafa svona fullt af svona Nýlega myndið það. Hún kom út, ég man það ekki, en það er allavega fullt af hvítu fólki sem hann fengi til þess að segja N-orðið í myndinni. Er eitthvað frægur það? Ha? Er eitthvað frægur það? Já. Sem sagði N-orðið? Alec Baldwin var í byrjunni nema hann kallaði bara svarta fólki apa. En allir hinir, þeir sögðu mjög oft, Síðan er þessu klipp á TikTok er svo ótrúlega fræga af þessu mynd sem gerist eitthvað 1950 eitthvað og þetta er á hafnaboltaleik og þessi krakki er að öskra N-orðið. Það er eitthvað svona ég ætla bara að segja herra í staðinn fyrir N-orðið og ég ekki að segja N-orðið. Herra, we don't want you here. Já, Get out, dirty herra. Það er hann að... Og það er alltaf að segja svo top 10 times actors weren't acting. Já. Það er náttúrulega til að klippa. Það var náttúrulega eitt aðrið í Airbud-mynd. Sem það var svona svartur maður að fara að spila í Airbud-mynd. Já, ok. Það sem svartur maður að fara að spila í liðinu hjá Airbud. Og hann sagði bara, við viljum ekki hafa svartan mann í liðinu okkar. Airbud? Já. Voru hundarnir... Ég sagði bara, mér áger ekki að hafa svartan mann. Voru hundarnir bara að segja það bara? Já. Þeir eru ógeðslega nákvæmlega rasistar. Ég byrju talar Airbud Top 10 times actors weren't acting. Það voru svona hvítu texti. Bara svona, I don't want this monkey in my team. Airbud sagði það. Hundurinn sagði það, já. Top 10 times actors weren't acting. Hundur var ég alveg að hugsa þetta. Já, þetta er engin gaur að talsetja fyrir hund. Þetta var bara alveg hundurinn að tala, sko. Þetta er live-action. Eftir atrið, allir voru bara í sjokk yfir hundinum og þeir ráku hann og fengu annan hund sem leit alveg eins út. En núna kom út Strays. Shit. Ha? Það er komið Strays. Já, með Will Ferrell og Jamie Foxx. Er Jamie Foxx refur? Nei. Ha? Þú ert úlfur. Úlfur, þú ert alfa. Ef þú ert úlfur, þá ertu úlfur. Og síðan Jamie Foxx, hann er ekki refur. Vertu úlfur. Hann heitir nefnilega Jamie Foxx með 2 X-um. Þannig að ég veit ekki alveg. Snoop Dogg, hann náttúrulega hundur. Hann náttúrulega fór í lítið að gera til þess að bara breyta. Já. En af hverju fór þú ekki að leita ekki til að vera bara úlfur? Ég fer í það. Já, og ég held líka að Jamie Foxx ætti bara að sér í ref, sko. Ég og Jamie Foxx fyrum saman, við leiðum svona í hendur og við svona liggjandi og svona after this our lives will change for the better og við svona you're right og svona breytast og við verðum bara allt í hennu, þú veist. Og annars ekki að frá sér í katt. Já. Byrja jála. Þannig svona That's crazy. Með bráðum munum bara allir í heiminum fara í lítið aðgerð sem ykkur dýr. Og Bryan Cranston var frá að vera að finnskur stöðmannavörður. Já. Finnskur furry stöðmannavörður. Já. Bryan Cranston. Fólk á ekki eftir að gera edit á hann lengur, sko, eftir það. Veistu ekki magna hvernig ég er ríkar en Bryan Cranston?
Ég á 40.000 meiri krónur en Bryan Cranston. Við lýsum þú átt bara 40.000, hvað er hann í skuld eða eitthvað? Hann misti allan peningi sem hann fór hann til Las Vegas og svölum peningi og misti alveg eitthvað. Hann er samt eitthvað með Aaron. Vá. Hann er samt eitthvað með Aaron Paul í einhverjum bar eða eitthvað sko. Búið til champagne og eitthvað. Já. En hvað er þú frá að gera í Þýskalandi? Já, menn þú mútt að svara því. Ég á eftir. Á eftir? Nei, ég á eftir að gera alls konar hluti. Já. En ég veit eða ekki alveg. Hvenær ertu að fara? Já, ætlar að segja það í þessum hætti. Nei. Ertu hrættur að ykkur að ég eftir að elda? Ég ætla að segja að alltaf upp á flugvöllin. Bara, Matti! Já, örgulega. En, já. Spennandi. Veistu hvað? Það er búin í klukkutími. Ég nenni ekki að eiginlega vera kortir í lengur. Og ég að fara til Bandaríkjanna og Kanada. Í dag? Já, í dag. Þannig að þú verður ekki næstu... Ég ekki að fara. Ég að fara í loki júli. Alltaf loki júli. Mér finnst allavega að við ættum að enda þetta núna. Það er eiginlega ekkert meira sem við getum talað um. Ég að fara til Maine. Já. Maine. Það er aðal fylkið. En þarna... Funny. Og ég kannski bara á Patriots-legt. Þetta já. Var... Það er skemmtilegt. Og kannski Japan Red Sox-legt. Já. Þetta... Hafnarboltaleikir er svo stemning. Já. En þetta var veturinn. Við viljum þakka fyrir príkinu. Við viljum þakka príkinu fyrir að borga okkur. Já. En helst, fyrst og fremst, viljum við þakka ykkur fyrir að hlusta. Já. Við viljum líka þakka fyrir alla sem mættu á Mighty Ducks franchise watch partyið mitt á Discord. Já, það líka þakka fyrir sem mættu á meeting-grítið okkar í Kringlunni. Yes. Já. Þessir tveir sem mættu. Sem voru ég og Úlfur. Já, ég mætti í Já, þú bara nefndir það ekki. Nei, já. En við minnum á, við erum öllum helstu samfélagsmiðlum. Þetta er allt í lýsingunni. Við sjáumst í haust. Við sjáumst vonandi í haust. Kannski í öðru stúdíu. Já, kannski. Aldrei að vita. En þá segjum við bless, Úlfur, vilt þú fá heiðurinn að enda þessa seríu? Það var bara svona loka orðin. Þannig að loka orðin var mjög winning, held ég. Winning? Nei.